Og áfram höldum við með föstudagsþáttinn. Hún komin til mín, hún Rakel Guðmundsdóttir, verkefnastjóri hjá Akureyrarbæ. Velkomin. Takk. Þú ert að vinna hérna í sumar á Akureyrarbæ og segðu okkur aðeins hvert þitt verkefni er. Ótrúlega spennandi. Já, sko í sumar er ég í rauninni fyrst og fremst að vinna að bara fræðsluefni umhverfismál og flokkun og svoleiðis. Og svo núna í næstu viku þá erum við að leggja áherslu á fatasóun. Og textíliðnaðinn. Og það er bara partur af svona fræðslu, já. Og hvernig blasir þetta við þér? Nú heyrir maður að þetta er svona aukast umræðan þessa ofgnótt af fötum. Hvað er til ráða? Ertu með einhverja lausnir eða ætluðu bara að ræða þetta og vekja athygli á þessu? Já, ég er kannski ekki alveg með lausnir, en ég held að fyrst og fremst þurfum við bara að reyna aðeins að breyta viðhorfum okkar. Og einmitt, reyna að fræða og sjá að þú veist, það er einhverjir aðrir möguleikar heldur en að bara einhvern veginn panta endalaust á netinu og síðan henda eða eitthvað, kannski hægt að koma fötunum áfram eitthvað lengra, halda þeim inn í kerfinu. Svona, já. Það eru náttúrulega nokkrir staðir eins og bara hérna á Akureyri, við förum aðeins yfir það. Í Sunnuhlíð er eitthvað sem heitir Aftur nýtt. Það sem hægt að leigja sér bása og selja gömlu fötin og aðrir geta keypt þau og allt þannig. Og svo náttúrulega Hertex og Rauði krossinn og Fjölsmiðjan er reyndar ekki með föt. En það eru svona vettfangar, en við kannski þurfum bara enn fleiri. Já, ég held að mér finnst þetta Aftur nýtt ótrúlega sniðugt og vona að það verði bara nýtt mjög vel. Rauði krossinn til dæmis, það er náttúrulega líka frábær vettvangur, en á sama tíma held ég líka að það sé oft þannig að fólk bara fer með fötin í Rauða krossinn af því það veit ekki hvað að gera við það. Rauði krossinn er bókstaflega að drukkna í fötum. Og þetta er eitthvað sem er selt en mjög margt er sent út. Og ég held að á seinasta ári hefur við sendt út 5.700 tonn af fötum frá Íslandi. Það er rosa mikið. Sem er rosa mikið. Frá lítilli þjóð. Já. Og hver á að fara í allir þessi föt? Nákvæmlega. Já, þetta er verulega þarft umræðefni og þessi tísku iðnar af því að eins og einhvers staðar hefur maður heyrt að einn bólur, þegar þú framleiðir einn stuttermaból, þá er gríðarleg vatnsnotkun. Já. Og vatn er að verða skornir skammti víða, þannig að þetta er svona, þetta er rosa stórt umhverfismál, tísku iðnaður. Já, notum rosalega mikið af vatni í þetta og svo erum við að nota litarefni sem skólast síðan út í vatnið okkar. Þannig að já, þetta er stórt vandamál sko. Og svo er þetta heldur ekki auðvelt, því ekki getum við sagt fólki að hætta að framleiða föt. Nei. Það er fullt af fólki sem vinnur við þetta. Þetta er pínu svona. Já, en eins og og hefur verið, þá eru þau náttúrulega framleitt bara á svo slæman hátt. En það er alveg hægt að framleiða á miklu betri veg, þannig að... Og hvernig er þessi dagskrá uppbyggð? Þetta er eitthvað pottaspjall, sá ég? Já, við byrjum sérst á þriðjudaginn, þá verður fræðslukvöld. Hvar verður það? Það verður í Deiglunni klukkan 8 og það er hægt að nálgast allar upplýsingar þessa viðburði á Facebook. Facebook-síðu Akureyrarbæjar. En þá verður ég á fræðslukvöld og það er Júlía Björnsdóttir, vinkona mín, hún er að útskrifast úr Háskóla í Flórens og var að gera lokaverkefni svona sjálfbæra tísku, þannig að hún veit mjög mikið hvað er að gerast í tískuheiminum. Frábært. Anna og Svava frá Litlu saumastofunni koma. Já, sem eru kannski að finna mun núna. Heldur það sé að skynja breytingu? Það verður gaman að heyra. Já. Að fólk sé að koma frekar með fötin í viðgerð, allavega ég er farin að fara með fötin meir í viðgerð en áður. Ég fór með poka daginn bara og lét gera við ógeðslega mikið af fötum, þannig að það verður gaman. Spennandi að heyra frá þeim. Og svo verður Jonna listakona. Já. Hún er alveg stútfull af hugmyndum og svona þetta. Hún lætur sér þetta mikið varða. Og svo reynum við alveg að hafa umræður, bara allir geta spurt og svoleiðis, sko. Svo á miðvikudeginum þá verður heimildamynd sýnd. River Blue í Rosenborg, klukkan 8. Og það er bara frítt inn og popp og svoleiðis. Og mögulega einhverja umræður eftir myndina. Getur þú sagt okkur aðeins meira um þessa mynd? Já, hún kom út 2016 og í rauninni fjalla bara textíliðnaðinn og mjög mikið svona hvað áhrif þetta er að hafa á vatnið og árnar og svoleiðis, en líka bara umhverfið allt sko. Og hann heitir Mark Angelo og hann er svona árverndarsinni. Veit ekki alveg, Það er að vernda árnar. Já, nákvæmlega. Og hann fer á milli þar sem er verið að framleiða föt og er að sjá hvað áhrif þetta hafa. Og hún er mjög góð og áhrifamikil, finnst mér. Það er ókeypis inn, segirðu? Og popp og kók og allt í boði? Popp, veit ekki með kóki. Þetta er á miðvikudaginn næstu viku. Já, svo er frí á fimmtudaginn og svo á föstudaginn þá er pottaspjall. Sundlaug Akureyrar. Já, Sundlaug Akureyrar klukkan 4.
og það verður bara svona þægilegt umhverfi vonandi og Einhver svona frummælandi eða bara allir að spjalla? Bara allir að spjalla. Ég verð samt að örugglega reyna svona að stýra eitthvað, en já. Þannig að það er skemmtilegt. Svo á laugardeginum þá er svona tískusvapp. Hvernig þetta? Svona fataskiptimarkaður. Hvar verður hann? Hann verður í Deiglunni líka og það þarf að skrá sig. Og við erum að reyna að búa til svona vettvang þar sem þetta eru flíkur sem eru pínu svona gæða. Svolítið merki, kannski? Kannski, ekki þú veist þessi rifnuföt eða eitthvað alveg útgengið, þú veist. Nei, ekki þetta snjáða sjúska sem að má fara í tuskunna kannski. Já, meira svona bara eitthvað sem þú getur ekki notað þetta lengur, eða búin að vaksin upp úr eða bara komið með leið á eða eitthvað. En þú vilt alveg sjá flíkina öðlast eitthvað nýtt líf og einhvern annan geta notað þetta. Þetta er á laugardeginum? Þetta er á laugardeginum, já. Klukkan 4 er sko í rauninni skila inn fötunum og síðan setjum við bara fötun upp sem svona eins og svona pínu búð, þú veist. Þannig að það verða bara peysur hér og skór hér, ekki svona básar, þú veist. Spennandi að sjá hversu mikið þið fáið og hvernig þetta fer fram. Það verður spennandi. Kannski drukknið alveg í fötum og þurfið að hafa bara opið alveg langt fram að nótt. Það getur verið. Og svo daginn eftir, ef það verður rosalega mikið af fötum, þá ætlum við bara að hafa opið og bara hver sem er getur komið og kíkt á fötum. Þetta er svona alveg heil vika sem er lögð undir þetta. Já. Er svo eitthvað meira í kortunum í framhaldinu? Eitthvað annað eða? Ekki svona neitt sem ég er búin að plana. Nei. Þetta er líka alveg hellingur. Já, þetta er alveg hellingur, en vonandi verður bara settir upp fleiri svona markaðir og við höldum áfram að tala um þetta. Geggjað að fá því í þáttinn. Já, takk fyrir mig. Og bara gangið þér vel. Takk.